snarkandi gaseldur, unaðsilmur í loftinu. Grillhornið. Já, kæru hlustendur, ég geri ráð fyrir að fólk sé að grilla yfir leiknum. Nú seinni hálfleikur í hámarki og allir eru hér á snarkandi grilli, spenntir að vita hver verður heimsmeistari í knattspyrnu þetta kjörtímabilið. Þetta nú bara á 4 ára fresti. En allavega, það komin strax hérna einhver á línuna sem ég tilbúin að tala við. Góðan dag. Já, góðan og blessaðan daginn. Jæja. Það leikurinn, þú ert á náttúrulega að horfa á leikinn, vænti ég. Ég að auðvitað fylgjast með þessu eins og allir aðrir með fullu viti. Já, ég geri ráð fyrir því. Að horfa á leikinn með öðru. Já. Og þetta nú alveg ótrúlegt. Já. Þetta ótrúlegt, þessi leikur. Já. Hvað eru, eins og þarna áðan þarna þetta brambolt þarna og njask, Já, það var nú svakalegt. Ég hélt hann myndi bara ekkert standa aftur og fætur. Nei. Hann bara allur þessi, Maður hélt hann ætti bara, við sæjum ekki meira á honum. Já, ég fann bara klofið hann í herðar niður. Svei mér þá. Það gerðu hérna eina tíð. Já. Bara, en það sýnir nú bara að þetta engin venjulegi menn, þetta alveg heljarmenn. Þetta eru heljarmenni? Já, þeir bara rísa upp úr svona alveg bara eins og bara ekkert hafi í skorið. Nákvæmlega. Það nú alveg ótrúlegt. Já, alveg ótrúlegt. Þetta líka svo vel, þeir náttúrulega eru alltaf í einhverju þjálfun. Já. Slank og flottir. Alltaf að hoppa út og suður. Já. Og fara bara allt hoppand og skoppandi. Það ekki ístrunni fyrir að fara hjá þeim. Nei. Það ekki eins og hjá sumum. Nefnum engin nöfni, ég veit ekki hvort þú sér það, ég svona benda á sjálfan mig. Svona, þessi strákar, þeir fara bara með hoppum og skoppi og stökkva eitthvað til, Já, eltandi alltaf einhvern bolta fram og tilbaka. Já. Og eru kannski fleiri saman, hoppandi hver með öðrum og svona og skoppa þetta hérna hoppa í kringluna og stökkva þar einhvern veginn. Já. Svo notaður hausinn, þeir skallað á alveg boltan. Já. Og meðan að ég kannski meira slaka á. Já. Þú ert væntanlega að slaka á við grillið, vænti ég? Ég geri það ekki öðruvísi. Ég slaka ekki á nema þegar ég grill. Já. Býttu nú við? Já, býttu nú við. Þegar ég grill. Þegar þú ert grill? Já, veit ekki hvað ég kallaður? Nei. Grilli. Já. Já, hefur ekki talað mig? Nei. Ég grilli. Já, býttu nú við. Þú ert grilli, já. Ok. Ég grill. Þú ert grill? Ég grill, kallið minn. Nú, býttu hvern... Og það fer enginn í skóna þar sem að ég með hælana, skal ég segja þér. Já, því að ég þegar að ég hef lokið vinnu, þetta erfiða vinnuviku og föstudegi og gott veður, þá fer ég í svona galla sem ég á, sem nýþröngur svartur latex galli, svona gúmmigalli,
svo fer ég bara hérna út í garð og fer á 4 fætur. Já. Og þá ég grill. Og það nú alveg, sko, það veit hvert mannstað hér í hverfinu að grilli komin á 4, sko. Ok. Og koma kallarnir hérna í næstu húsum og skella ykkur á grillið, sko. Já. Ég skella þess á grilla. Ég kalla nú líka á það, vil ég ekki skella þess á grilla. Þá koma þeir með kjötsneiðar og með pulsur og grænmetisspjót og leggja þetta allt á bakið á mér, sko. Já. Já. Ok. Og það tekur, sko, svo hérna, sko, svo fer þetta nú að grömma. Ég svo heitfengur, sko. Nú, já. Heitfengur og ég verð svo, hittnar svo í gúmmigallanum, sko. Já. Alveg kófsveitur, sko. Já. Og það hýtar þetta allt saman. Já. Á bakkinu á mér, sko. Hvað segir þú? Já. Þetta nú bara eins og lýsing á einhverjum í X-Men eða einhverjum. Það mætti halda það, ég væri bara ofurhetja. Já. Ég grilli. Já, ég grilla allt á bakkinu á mér. En hvað er þetta, hvað er þetta lengi að grillast þá? Er það ekki? Það getur verið alltaf klukkutíma. Já, ein svona kjötsneið. Ég hef sagt við krakkana, sko, að krakkarnir eru tilbúið núna. Og ég segi, nei, býta aðeins, þetta er að bakast á bakkinu á mér. Já. Ég er svo svangur. Já, ertu svangur? Já, ég er svangur. Settu lærisneiðana á milli, handan á mér. Þetta er í handakrikan á mér og þá alveg mög síður það á svona korteri. Já, er það svo, já. Og já, ég er svo heitfengur, sko. Já. Og svo leið og fera, sko, svona ilma, sko. Þá koma litlu krakkarnir laupandi, sko. Koma hérna tæmast, er fótboltavöllur hérna rétt, já. Já. Hann tæmist bara, kemur all krakka gerið hérna og bara hérna grilli, já, krakka mínu, ég grilli og hérna og svo fer ég úr bara ofan og hérna þá er þetta fljótt að steikjast allt í gegn, sko. Já. Já, maður grilli. Maður getur rétt ímyndað sér að þetta sé gómsætt á bragðið. Já, það get ég alveg bókað, sko. Já. Þú kemur ekki að tómum glerhúsum, sko, það sem ég er. Nei. Það sem grill er. Nei. Það er ekki grillað hér í tómum glerhúsum, sko. Nei. Það kemur ekki að tómum glerhúsum hjá mér. Nei. Og hér er, sko, ég er grill. Já, akkurat, þú ert grilli. Ég er svo heitfengur, sko. Já, þakka. Þetta byrjaði nú. Hvað sér, byrjaði þetta einhvern tímann? Þetta byrjaði, sko, byrjaði sem ungu maður. Já. Hérna, þegar það var í gamla daga. Já. Þegar það var svo vinsælt að gera ostasamlokur í örbylgjuofni. Já. Að setja samlokur með ost í örbylgjuofn. Já. Og svo, sko, að bilaður örbylgjuofnin. Já. Og vinnum minn var svo svektur út af því. Hann sagði, mér langaði svo í svona heita samlokuðu. Já. Og ég sagði, heyrðu, láttu mig fá hana. Ég skuttlaði hann undir hendina á mér. Sett hana í handakrikan og svo sagði ég bara og hann sagði, hvað er þetta að gera? Og ég sagði, býttu bara, hægur góðið minn. Hvað er þetta að gera? Og tókst samlokunum mín og tróðst henni undir hendina á þér. Og ég sagði, hvað er þetta? Smakkaði nú þess á. Jæja, hvað segirðu gott? Hvað segirðu fréttu? Hvað er að frétta foreldrinu? Foreldrinu mínu, sagði, hvað var það við það? Það nú allt gott um því, já, er ekki pappiðinn alltaf að vinna þarna
rafveitunni, það var rafveitan á þeim tíma, sko, ég pappi alltaf að vinna hjá rafveitunni og ég segi, nei, pappi að vinna hjá rafveitunni, þannig að hann löngu hættur. Og svona, hélt honum á snakki, svo svona 10 mínútur á svona litlu pendinni og tók og datt hún bara mauksoðin, sko, í lófana á honum og ég segi, alltaf hún tekið fín núna, síðan hef ég verið að gera, sko, verið að gera þetta og verið beðin þetta, sko. Og þá sko bara, sko, ef ég er í gúmmigallanum, sko, þá verð ég alveg sjóðan heitur. Já. Það ég er svo heitfengur, sko. Akkurat. Og þetta er svakalegt með þér. Já. En háir þetta þér ekkert í daglegu lífi? Að vera svona heitur? Já. Það getur gert það, sko. Já. Þess vegna það er alltaf sko mikið léttir fyrir mig að fá að vera grill. Já, ég skil. Þá kem ég bara og sko þá fer ég bara úti, ég er bara í mínum galla og ég er ekkert að hreyfa mig, þannig ég er ekkert að svitna neitt. Nei. Og þá líka nýtist þessi heitfengi, hún nýtist til einhvers. Sko að svona að börn og nágrannar og svona geta notið þess að grilla á mér. Já. Það er svo gott, ég grill. Já, jú. Frábært að heyra þetta er mjög skemmtilegt að fá smá innsýn inn í þetta grilli. Já. Og það verður spennandi að sjá hvernig sumarið þróast hjá þér. Já, það verður spennandi, sko. Já. Ég er stundum gleymt mér. Já. Sko, og ég er stundum gleymt mér bara, sko, næturláng. Já. Og þegar hefur snjóað, sko. Já, er það svo, já. Já, og hef verið bara úti. Já. Og hef gleymt mér úti. Já. Og það hefur snjóað allt í kring en ekki á mig. Nei. Það ég er svo heitfengur. Já. Það bara sest ekki snjóð á mér. Ég skilði, já, þú ert það. Þegar ég er í gúmmigallanum. Þú teppir með þetta. En hvernig er þá í miklum hitum? Það er óbærilegt. Já. Það er bara óbærilegt. En þá ertu, sko, ef ég er sko á sólarströnd og maður gert það stundum fyrir sko, ef maður hefur verið eitthvað starf að vera Íslendingar. Já. Og þeim langar í grill og ég segi, já, hérna ég er grill. Grillið á mér og ríf mig bara úr ofan og fer á 4 fætur og segi, hendið eitthvað á bakið á mér. Þá hefur það, sko, ef það er mikið hiti, það er ekki tekið nema kannski svona hálftíma að grilla kjötsneið, sko. Já. Og hérna, en ef þú vilt sko baka kartöflur, þá fara þær í álpappír, plastpoka og svo stingið þeim upp í raskati á mér. Það er ekki nema svona 40 mínútur. Já. Heyrðu, ég þakka þér kærlega fyrir þetta spjall grilli og bara gangi þér vel með grillið í dag. Já, takk sömuleiðis. Mér sýnist nú leikurinn vera farin að hitna ansi mikið í kolonum hérna, svei með þá. Heyrðu, segjum þetta í bili, blessaður.